jólastíg, að þá kemur einhver og sópar það upp. Nokkuð praktísk atriði varðandi fundarstjórnina. Við erum í opnu streymi og dagskráin í kvöld eftir að henni lokið verður opin fyrir spurningar. Við reynum að svara, það hafa borist spurningar fyrir fundinn, það er líka tekið við spurningum undir vefstreyminu og svo eru þið komin væntanlega líka með einhverjar spurningar sem ykkur liggur á hjarta. Það gengur á eftir hljóðnemi á milli og við getum ekki verið að því við erum í beinu streymi þá verðum við að tala skýrt kynni ykkur, vera með stutt og kjarnistar spurningar og við getum ekki átt samtal nema með hljóðnemann. Þannig að fólkið í streyminu heima það heyrir ekkert í ykkur ef þið kallið utan úr sal. En þá okkur ekkert að vanbúnaði. Ég býð bara Dagbjörn Gjertsson borgarstjóra með sína kynningu. Þann Dagur, gjör svo vel. Nú hérna megin. Góða kvöldið. Formaður íbúaráðs, kæru íbúar, það er gaman að vera með ykkur hérna og ég vil nú byrja því að þakka fyrir frábæra móttökur í hverfinu. Hérna áður og reyndar áratugum saman að þá hafa tíðkast hverfafundir borgarstjóra sem voru einu sinni á kjörtímabili að jafnaði. En þegar Jón Gnarr var borgarstjóri þá tók hann upp á því að færa skrifstofuna upp í Breiðholt og dvaldi hér í vikuskeið og þetta mæltist mjög vel fyrir. Þannig að ég stal hugmyndinni og hef verið að færa skrifstofuna út í hverfin í tengslum við þessa hefðbundnu hverfafundi borgarstjóra. Þetta kjörtímabili hefur auðvitað einkennst af COVID og ýmsu öðru. Þannig að þetta við þjappast núna, þannig að ég í hverfi eftir hverfi til þess að ná að komast yfir þau öll. En það er sérstaklega ánægilegt að vera hér í Breiðholtinu og hér í sal Breiðholtsskóla. Þarna er sæti mitt. Þarna sat ég og spila á 3. trompet í skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts tvisvar og stundum þrisvar í viku í marga vetur í röð. Þó ég hafi reyndar alist upp í Árbænum, þá sóttum við mjög margt í Breiðholtið. Handboltan í Fellaskóla og Seljaskóla og tónlistina hér hjá Ólaf L. Kristjónsinni í Breiðholtsskólan. Þannig að það er gott að standa á þessu sviði og ég sé að það er ennþá barningur að koma trommusettinu af sviðinu milli æfinga. Þannig að það er bara hér. Þegar hér er skólahljómsveitin enn. En ég ætlaði að fara yfir ýmis mál sem að tengjast hverfinu en reyna að skilja eins mikinn tíma eftir og ég get fyrir spurningar því að það er nú oft bara skemmtilegasti og áhugaverðasti hlutinn af þessum fundum. En þessi fallega mynd er tekin hérna yfir bakkana og það er engin tilviljun að mikið til að fallegum loftmyndum af Breiðholtinu vegna þess að Breiðholtið er alveg sérstaklega vel skipulagt hverfi og gott búsældalegt. Það er reyndar, ég með nokkrar svona eldri myndir seinna í kynningunni og munurinn á nýju og gömlu er ekki bara sumar í lit og aðrar í svarthvítu, heldur gróðurinn. Breiðholtið er orðið alveg ótrúlega gróið hverfi og ein merkilegasta frétt síðast ás sem eiginlega fór fram í öllum var að það hefur hægt svo mikið á vindi í Reykjavík. Við erum komið með sama meðalvindhraða á Kaupmannahöfn en vorum með tvöfalt herri hérna áður. Og þetta er byggingum en aðalega kannski gróðri í görðum fyrir að þakka. Hverfin innan borgarhlutans, ef maður segja, við Breiðholtið sumir vilja tala um póstnúmer, aðrir vilja tala um Efra Breiðholt, Bakkana, Seljakverfi, en það eru til fleiri svona undirheiti sem að við notum kannski í daglegu tali, Mjóddin, Stekkir, Bakkar, Sel, Fell, Berg og Hólar, en saman er þetta auðvitað Breiðholt. Þetta er eitt stærsta hverfi borgarinnar og það er þessa mundir fjölmennast og það hafa reyndar fyrr á tíð ennþá fleiri búið í Breiðholti.
Það er sem fækkað nokkur þúsund manns í Breiðholti án þess að en einasta bygging, ef svo má segja, hafi verið rifin. En það eru 8.019 íbúðir og ef við skoðum aldursskiptinguna að þá hún nokkurn veginn eins og meðaltalið í borginni. Það aðeins færri á aldrinu 17-24 ára, aðeins fleiri 67 ára eldri en annars þetta nú bara býsna nálagt meðaltölunum. Breiðholt 6 ferkílómetrar, það eru 57 opin leiksvæði, gríðarlega mörg, yfir 100 kilometrar af göng- og hjólastígum, 182 bekkir og 251 ruslastampur, takk fyrir. Ég búinn að vera með skrifstofuna mína í Gerðubergi sem að ekki bara fallegt hús heldur ótrúlega falleg saga. Það má eiginlega segja að þeir sem komu með því ásamt borginni að byggja upp íbúðir fyrir efnaminna fólk hafi sem ég segja notað afgangssteypuna, allavega kom verkalýðshreyfingin að því að færa borginni húsið sem að hefur verið menningarmiðstöð hverfisins frá fyrstu tíð. Það ys og þys í Gerðubergi eiginlega alltaf og ótrúlega fjölbreytt starfsemi. Það má segja að þetta sé ævintýraheimur fyrir alla aldurshópa, sannarlega þá yngstu, en ég var nú að ræða við herramenn sem eru ekki með þeim yngstu í hverfinu sem að koma þarna reglulega og það reyndar, ég mæli alveg sérstaklega með að fara þarna með krakka en kannski líka af og ömmu þessa dagana því að Ævar vísindamaður og frábærir hönnuðir hafa umbreytt 2 hæðum hússins í ratleiki þar sem hægt að fara í svona hryllingssögu og vísindarsögu og síðan ævintýraráðgátu sem aðeins auðvildari. En við fórum í hrollvekjuna, ég, Arna og krakkarnir og þetta var nú frekar snúið sko. En mjög gaman og allir rosalega spenntir og mjög skemmtilegt. En það hægt að skrá sig í þessa tíma og ég mæli bara alveg sérstaklega með þessu. Á undanförnum árum höfum við verið að fjölga list í almenningsrými. Við komumst að því þegar við settum gömlu styttur Ásmundar Sveinssonar, móður mín í Kvíkví, upp að Seljatjörn, að það hafði þangað til ekkert, engin útilistaverk af því tagi verið í Breiðholti. Jafnvel þó að heilu göturnar voru hannar á sínu tíma fyrir myndlistafólk og þar eru landsþekktir höggmyndasmiðir. En þekktustu verkin eru kannski stóru verkin hérna á göflunum eins og Fjöðrin og verkin hans Ragnars Kjartanssonar og svo þetta Erró og við stundum kallað Efra Breiðholt stærsta myndlistasafn landsins. Og var svolítið gaman, ég var í FB í dag, fjölbrautaskólanum, og skólameistarinn var að segja hvernig þau notuðu verkið af Erró og sundlaugin og nálaðina við það til að selja skólan fyrir grunnskólanemar sem kemur að skoða fjölbreytt í Breiðholti. Bara hvað þetta væri skemmtilegt umhverfi og fjölbreytt og frábært og það hefur verið að þróast á skemmtilegan hátt líka hvað varðar hverfistemning og mannlíf á undanförnum árum. Að þessari mynd sést mjög vel hvað hina myndirnar í kynningun eru góðar af því að þessa tók ég. Og þarna sést eiginlega ekki Páll Óskar en hann sem að spila upp á Leiknissvæði á 7. júní síðastliðinn. Næsta myndi mun betri, ég reyndar á henni en þið lítið bara fram á því en þessi trúður var á Bakkatúni ásamt kúluboltanum og miklu fleiri atriðum á 17. júní því að við höfum verið að setja meiri peninga út í svona hverfistengda viðburði. Það var að hluta til þess að bregðast við COVID og reyna að hugsa út fyrir kassan en hefnaðist alveg ótrúlega vel og ég held að þetta sé svona eitt af því nýja sem komið til að vera ekki bara í Breiðholti heldur í allri borginni. En ég í þessum hverfaheimsóknum að þá hitti ég alls konar fólk. Ég búinn að funda með foreldrafélögunum fyrir í dag eins og ég segi fjölbrautaskólanum, íþróttafélögunum en líka stjórnendum og það magna hvað það mikið stolt, metnaður,
ábyrgð en óbúslega mikið að gerast í alls konar samstarfi milli stofnana, einstaklinga, fagfólks, kennara, foreldra út allt eiginlega í hverfinu. Það má eiginlega segja svona andlit eða miðstöð velferðarþjónustuna sem veittir í Breiðholti sé í Mjóddinni en það að eiga sér stað mjög spennandi breyting á þjónustu við borgarbúa og sérstaklega börn í verkefni sem við kallum Betri borg fyrir börn og það verkefni sem sprottið upp í Breiðholti eða öllu heldur hefur verið tilraunaverkefni hér undanfarin ár. Þá í raun fólk sem áður var á skrifstofum ráðhússins niðri í bæ flutt út í hverfið og vinnur þar í nánum tengslum við fólki í skólunum og fagfólkið og foreldrarna og svo framvegis og fær meira umboð til ábyrgðar og núna erum við að innleiða þetta í alla borgina að fyrirmynd Breiðholtsins vegna þess að þetta hefur gengið vel. Við höfum víða náttúrulega verið aðeins að gera fínt meðal hans í Mjóddinni og þessi túlipanar eru líka sæti. Það þetta toga svona niður og setjast á þá og þeir sem ekki hafa prófað það, ég mæli með því. En Breiðholti sem eitt af þjónustusvæðum borgarinnar með mjög öfluga þjónustu á mörgum sviðum. Við viljum gjarna nefna þessa borgarhluta þjónustu eitthvað, þannig að ef við erum með hugmyndanafni þá nafnasamkeppni í gangi. En það í raun efnalvi heilan fund svo þjónusta sem veitt alla borg inn á heimili. Það eru ekki allir sem gerir sér grein fyrir því að Reykjavíkurborg annar stærsti veitandi heilbrigðisþjónustu á Íslandi á eftir Landspítalanum. Það heimahjúkrunin sem að við veitum samþætt með félagslegri heimaþjónustu inn á ótrúlega mörg heimili á hverju ári og 1200 heimili daglega í borginni. En það auðvitað mjög mikil þjónusta við börn og fjölskyldur og eldra fólk og fatlað fólk, virkni og ráðgjöf og þar fram eftir götunum. Þessi framlínu þjónusta í Breiðholti hefur verið orðin þekkt fyrir það að við erum alls konar nýjungar og við erum með ýmis tilraunaverkefni til þess meðal annars að auka þátttöku barna og unglinga í frístundastarfi. Það búið að útnefna sendiherra 12 tungumála til þess að vera okkur innan handar við að miðla upplýsingum á ólíkum tungumálum hvað í boði og tryggja þannig að öll börn fái tækifæri til þess að njóta þess sem að borgin og íþróttafélög, tónlistarskólar og aðrir hafa upp á að bjóða og var gaman að heyra það á foreldrafélögunum og fulltrúum þeirra í dag hvað fólk sem hefur verið að flytja erlendis frá í raun undrandi kannski koma aftur í gamla hverfið sitt og finna hvað orðið þéttara net og meiri þjónusta við börn og unglinga, ekki síst í frítímanum og frístundinni. Og það eitthvað sem að ég finn fyrir mjög miklu stolti yfir því að skipti máli. Í Breiðholti líka nýtt alþjóðateymi sem að lykilteymi borgarinnar við að taka á móti þeim sem að koma til Reykjavíkur sem flóttafólk eða hælisleitendur. En svo þjónustan í raun bara mjög fjölbreytt og skemmtileg. Á morgun í Árskógum sem jarðhæðin á stóru blokkunum þarna í Suðurmjóddinni þá Zumba danskennsla klukkan 2 og hattaball klukkan 3. Þetta hefði ég ekki vitað nema því ég rakst á auglýsingunni í dag og ég mjög mikið að spá í að kíkja en ég mæli með að hafa augun opin fyrir alls konar skemmtilegu sem í gangi á hverjum degi. Í dag var vist upp í Gerðubergi. Þar voru kannski 40 eldri borgarar að spila vist. Í einu herberginu var hópur döff einstaklingar sem hvorki heyra né geta tjáð sig almennilega, sem hittast reglulega til að rjúfa sína einangrun eða vinna gegn henni. Það voru
gríðarlega margir krakkar og Fellaskóla að vinna verkefni þarna í morgun. Það var foreldramorgun og feðurnir sem voru hluti af þeim hóp sem voru í feðraorlofi, þeir voru að plana hvar þeir ætlar að hittast á morgun. Þannig að þarna bara samfélagsmiðstöð í Gerðubergi sem er lifandi alveg frá morgni til kvölds. Nú Borgarbókasögusafnið, þetta ekki einhver misskilningur, þetta ekki mynd frá Árbæjarsafni, gamla hverju mitt sko? Jú, en Borgarsögusafnið bara mjög víða með alls konar tengingar og hefur meðal annars verið að vinna rannsóknum, tengdum Breiðholtinu, verið að draga fram söguhverfisins og þeir sem hafa séð þessi söguskilti, að þetta eitthvað sem við erum að auka, við erum að lyfta sögu hverfana, staðana og svo þetta ljósmyndasafnið, hluti af Borgarsögusafninu og þar mikið af algjörlega geggjuðu myndum frá byggingu Breiðholtsins og miklu fleira sem að hafa verið varðveitt og ég meina þetta bara gær sko. Það eiginlega engin gróður. Þetta alveg ótrúlega skemmtilegt og gaman að sjá hvað Breiðholtið mikið breytt. En hjartað í hverjum hverfisluta eru skólarnir og þannig kynnist við sem foreldrar öðrum fjölskyldum svolítið í gegnum börnin okkar og svo framvegis og það gríðarlega öflugt og mikið skólastarf. Það eru 11 borgarreknir leikskólar, 2 sjálfstætt starfandi fyrir 900 börn í Breiðholtinu. Það eru tæplega 2500 nemendur á grunnskólastigi. Í báðum tilvikum þá gríðarlega ánægja foreldra með starfið í leikskólanum og ánægja foreldra með líðan barna sinna á grunnskólastigi yfir meðaltali í borginni og það beinlínis bara sló mig vegna þess að ég veit að búið að reyna alveg ótrúlega mikið á skólafólkið okkar í síðustu 2 ár. Þau hafa þurft að endurskipuleggja allt skólastarf yfir bara eina helgi og útfært þetta þannig að þrátt fyrir samkomutakmarkanir þá væri hægt að veita kennslu og sinna börnum og gera alls konar með því að holfa, breyta, hugsa upp á nýtt og gera og græða. Ég bjóst svolítið við að hitta stjórnendahóp í morgun sem væri svona bara mjög vígamóður og lúinn. En metnaðurinn og krafturinn og stoltið yfir því hvernig þetta hefur gengið, tilhlökkunin að fara í frekari verkefni var einhvern veginn það sem að þessi hópur skildi eftir hjá mér. Við höfum verið auðvitað að vinna þétt með skólanum í Breiðholti. Ég er búinn að nefna þessa endurskipulagningu Betri borg fyrir börn. En við höfum líka verið að auka fjárveitingar til að styðja við börn sem ekki með íslensku sem móðurmál og leggja líka áherslu á stuðning við móðurmálskennsluna þeirra. Þegar kemur í ljós í rannsóknum að ef þú talar ekki þitt móðurmál vel þá áttu erfiðara með að læra önnur tungumál. Og síðan erum við búin að vera að endurskipuleggja að reyndar erlendri fyrirmynd hvernig við úthlutum fjármunum til skóla þannig að þar sem verkefnin og viðfangsefnin eru snúnust þangað fari heldur meiri peningar. Og þetta nýtist allavega sumum skólunum í Breiðholti á komandi skólaári. Við erum búin að vera að bæta fjármunum inn í skólana, bæði raunar leik- og grunnskólana. En það sem að kannski fyrir okkur sem eru komin á miðjan aldur eða jafnvel yfir miðjan aldur, svona kannski stóra breytingin síðustu 20 ár kannski frístundarhlutin. Ótrúlega þétt þjónusta sem við krakka frá grunnskóla líkur með frístundaheimilum í 10-12 ára klúbbum og síðan unglingastarfi sem mjög öflugt. Það mjög mikil þátttaka mjög víða til dæmis í Breiðholtinu
og þarna blandast krakkandi svolítið á milli skóla og þetta starf alveg gríðarlega mikilvægt. Frístundaheimilin eru mjög vel sótt út allt hverfi, raunar þannig að húsnæðið vel nýtt, þannig að maður noti fallegt orðalag og hefur verið áskorun, ekki síst auðvitað í COVID en líka bara út af fjöldanum. Unglingamiðstöðarna köllum við félagsmiðstöðar og þær eru líka margar og það að heyra á stjórnendum af vettvangi að þær sé að ná til krakka sem að kannski hafa ekki fundið sig í íþróttum eða ekki í einhverjum öðrum svona tómstundatilboðum sem eru í boði og það alls konar skapandi starf sem að fer fram innan veggja og utan veggja þarna því að það alls konar listverkefni og ekki hvað og hvað. Hér mynd frá því að það var verið að vígja undirgöng undir reyndar smá leiðsögn frá einum þekktasta myndlistarmanni heims, merkilegt nokk, og Ragnari Kjartansinni sem á veggmyndina hérna á Krummahólum. Það ég var nú með myndaðan hérna áðan. Þetta sem handmálað jólakort, fyrsta jólakortið til nýju kærustuna sinnar. Ekki að fara yfir alveg forsöguna þessu. En ég hefði svo rosalega vilja vera á húsfundunum þegar var ákveðið hvort að Ragnar mætti setja textan innan úr jólakortinu á hina hliðina blokkinni. Ef þið hafið verið í Hólagarði og séð myndina af stráknum undir pálmatrénu og stelpuna syndi í sjónum eða öfugt, að þá þið ekki búin að sjá allt verkið fyrir þið farið hina með við blokkina og sjáið að hann búin að mála textan elsku ásti mín, gleðileg jól og eitthvað svona. Það nánast eins og maður sé að hnýsast, en þetta alveg risastór mynd af þessu, alveg rosalega skemmtilegt og Ragnar hefur verið að vinna með ungu fólki hérna í hverfinu aðeins áfram. En unga fólki sjálft líka láta til sín taka eins og ungmennaráðin eru til marksum. Ungmennaráð Breiðholts flutti tillögu á borgarstjórnarfundi og var að tala upplýsingamiðlun þungunarrof og kynfræðslu og þau gera það svo skörulega við bara samþykjum með allt sem þau segja. Það líka valdeflandi og bara mjög skemmtilegt, en í skólunum og frístundinni að það verið að vinna eftir einni heildstæðri stefnu. Þetta menntastefna borgarinnar sem var unnin í alveg gríðarlega víðtæku samráði. Við erum búin að setja fjármuni til þess að skólarnir geti í samspili sín á milli sótt styrki til þróunarstarfs og það fjöldi skemmtilega skólaþróunarverkefna hér í hverfinu og þetta út allt, en kjarnin í þessu þessi yfirskrift að markmið skólastarfs í Reykjavík að láta draumana rætast. Að nálgun kennara, kennslunar, utanumhaldsins krakkana að finna styrkleika hvers og eins. Við erum ekki öll sterk á öllum sviðum, en flestir hafa eitthvað sem kjarnin í þeirra draumi og eitthvað til þess að þroska og vinna úr og í skólanum áttu að geta fundið innblástur og tilgang og kraft og áhuga til þess að elda drauma þína og þetta yfirskriftin og stóra markmiðið með menntastefnunni. Nú, íþróttir í Breiðholti, þarna íþróttahús Fellaskóla, þar sem að Fylkir fékk inni einu sinni í viku til að æfa handbolta þegar ég var strákur. En almenningsíþróttir eru náttúrulega mikilvægar. Breiðholtslaugin búin að vera í framþróun á undanförnum árum þó hún hafi nú að sögn fastagesta alltaf verið besta laugin í borginni. Það aðeins búin að vera að bæta þar aðstæður og setja kaldanpott og rennibaut og leiktæki. Finnski sendiherrann útnefndi þetta bestu sánuna í Reykjavík daginn og já, þetta reyndar ég sem næstum því klæðlaus þarna og Breiðhyltingunum fannst full skemmtilegt að lemja mig með þessari birkishýslu fyrir minn smekk.
þetta vakti beinlínis bara kátínu. En stóra breytingin kannski tengslum við Breiðholtslaug sem svona mætt af ákveðinni svona hiki í upphafi var tilkoma World Class, þar að segja líkamsræktarstöðvar inn á svæðið. Ég held þó að þessi breyting hafi algjörlega sannað sig og aldurshópurinn svolítið breiðari. Það áberandi ungt fólk. Krakkarnir í FB taka þarna íþrótta áfanga á milli 9 og 4 á daginn með því að mæta og æfa og aðsóknin hefur tvöfaldast að Breiðholtslaug síðan að þessi viðbót kom til. Íþróttafélögin í hverfinu, Leiknir og ÍR, að Leiknir hefur fyrst og fremst verið með starf í knattspyrnu undanfarin ár, hefur verið að senda erindi og breyta upp á því að vera með fleiri greinar, meðal annars vegna þess að nú að koma nýtt parketthús niður í Mjódd og þá losnar tíma í Austurberginu. En Leiknir hefur auðvitað náð framúrskarandi árangri í knattspyrnu og að leika í deild þeirra bestu. Og við endurnýjum gervigras þar 2007 og það eru til skoðunar frekari hugmyndir að því að setja jafnvel gervigras á keppnisvöllinn og Leiknir að óska eftir frekari umbótum sem að einnig í rýni hjá ITR. Stóra fjárfestingin í íþróttamálum hverfisins og raunar eitt stærsta verkefnið í Reykjavík niður í Mjódd og ég ætla ekki að hafa langt mál það. Við erum hér með heimþekktan rithöfund sem reyndar líka frábær verkfræðingur og verkefnisstjóri verkefnisins, Yrsa Sigurðardóttir, sem ætlar að fara yfir það á eftir, en þetta hluti af sýn á það að það verði framúrskarandi aðstaða fyrir íþróttir í Breiðholti og húsin eru hvert af öðru að verða tilbúin. Við erum auðvitað búin með fjölnota knatthúsið og Inga formaður ÍR þarna ásamt öllum ÍR-ingunum að víða með mér. Frjálsjótavöllurinn, það hefur tekið tíma að leggja hann bæði út af ýmsum praktískum ástæðum og undirlagið á hlaupabrautunum var einhvern veginn ekki að gera sig í upphafi, en núna þetta að vera klárt. Þetta tiltölulega nýleg mynd og það búið að boða til fyrsta stóra mótsins þarna í lok maí, meðal annars með kosturum sem hafa verið að keppa á Ólympíuleikum og þetta verður gríðarleg lyftistöng fyrir alla frjálsíþróttahreyfinguna og ÍR reyndar með eina stærstu frjálsíþróttadeild á Norðurlöndum og sumir segja í Evrópu og ekki margir sem vita það. En við fórum líka í skoðunarferð í nýja parketthúsið sem að opnar í sumar, skulum við segja. 1. júní kannski bratt, ég veit ekki hvað Yrsa segir það. 1. júní, það bara slegið og þarna verður einhver ÍR-ingur komist í málningarkaupin, allavega þetta grunnsamlega ÍR-legur blár litur, en þetta verður mjög flott hús sem hægt að skipta upp til æfinga og verður rosalega gaman að sjá það klárt. Ef við erum að tala íþróttir og almenningsíþróttir að þá býr Breiðholt yfir einhverju bestu svona brekku til þess að læra á skíði. Við köllum hana núna Vetrargarðinn og hún þarna upp við Jafnasel og þetta, ekki taka þessa mynd bókstaflega, en hugsunin sú að þróa þetta svæði ennþá meira fyrir sérstaklega börn og unglinga sem vilja læra á skíði og spreyta sig. Við höfum verið að velta fyrir okkur varðandi þessar hverfistengdu skíðabrekkur að vera með svona snjóframleiðslu á litlum skala til þess að halda þeim opnum lengur. Það nefnilega ekki þannig að við getum treyst að þessu einhvern veginn 40 snjódagar í röð eins og hefur verið að undanförnu með ýmsum afleiðingum, en að því við erum að tala þessi svæði svona í jaðri Breiðholtsins að þá held ég við verðum að nefna Elliðaárdalinn og eitt af
eitt af sjokkinu sem ég var fyrir því ég tók sæti í borgarstjórn að ég komst að því að Elliðaárdalurinn væri ekki bara í Árbæ. Heldur að Breiðhyltingar litu alveg jafn hlýtt til eins og litu á hann sem sinn hinum megin frá. Ég hafði bara alist upp við það að Elliðaárdalurinn væri í Árbænum. En okkur þykir öllum vænt hann og núna verið að vinna að nokkrum sérstaklega áhugaverðum hugmyndum sem tengjast botni dalsins. Fyrsta lagi að þá höfum við gert viljayfirlýsingu við hóp sem tengist jaðaríþróttum, klefurfélögin og fleiri svona jaðaríþróttafélögum það að umbreyta toppstöðin í miðstöð jaðaríþrótta og útivistar og þá auðvitað myndi það tengjast við dalinn, hugsanlega tengjast við einhverja svona fjallahjólreiða sem gætu átt sér stað hérna í tengslu við Ártúnsbrekkuna. En svo á næsta svæði þá gamla stöðvarstjórahúsið og gamla rafstöðin og þar Orkuveitur Reykjavíkur að þróa svæðið á alveg ótrúlega skemmtilegan hátt. Bæði verða þarna leikvellir, þarna verður kærkomið almenningssalerni fyrir þá sem eiga bara leiðum. Þarna verður veitingasala og eitthvað kaffihús, þarna verður svona úti svæði fyrir leikhópin Lottu eða aðra sem vilja setja eitthvað á svið og þar framöndu götunum fyrir utan að tengja sögusvæði sem sögðu og þarna verða gamlir borar og ég veit ekki hvað og þetta á að vera svona miðstöð fyrir gönguhópa og bara alls konar fólk sem vil nota dalinn. En hérna eina tíð þá var nánast bara talað umferðar og samgöngumál á íbúafundum borgarstjóra og það eðlilegt. Umferðin skiptir mjög miklu máli og hún þarf að ganga vel og það alltaf eitthvað á döfinni þar. Það sem langstærst og tengisbyrjaldinni þó að sé ekki nema hluta til kannski innan Breiðholts Arnarnesvegurinn eða Arnarnesvegur 3. áfangi eins og það kallað. Að þetta að grunni til gömul plön, framkvæmd sem hefur staðið lengi til, fór í gegnum umhverfismati kringum 2008 ef mann rétt og 2003 já. Og þá var niðurstaðan sú að umhverfisáhrifin á nærlega byggð væri það mikil að þegar til framkvæmdina kæmi þá ætti hún að vera niðurgrafin. Og nú búið að leggja fram útfærslu sem einmitt þannig og gatnamótin, tengingin hér útfærð nettari meðal annars með tillit til íbúðarhúsana í Fellahverfi þarna og það sem við höfum verið líka dálítið mikið að passa upp á að hér þessi vetragarður sem við vorum að fjalla áðan og mér finnst býsna erfitt þó að ég verið lengi í þessu að átta mig á sneiðingum og slíku en hér þó að sjá hvernig þetta grefur sig niður í landið og það þarf bókstaflega að grafa þetta upp. Þetta ekki svona frá náttúrunnar hendi til þess að mynda í raun hljóðvarnir og svona sneiðist þetta. Hér erum við að horfa frá Kópavogi og við Rjúpnaveg og eftir Arnarnesvegurinn til norðurs hérna sjáum við grafningin þar sem hann byrjar og svo tekur hann áfram við hérna þegar hann nálgast byggðina Reykjavíkurmegin og þarna búið að hanna og í raun sýna hvernig vetragarðurinn mun liggja með þessu. Þetta hefur verið nokkuð umdeild framkvæmd. Við höfum reyndar bæði heyrt þau sjónarmið að þarna sé ekki nógu langt gengið, að gatnamótin hér ætti að vera librari og stærri og taka meira pláss og vera fleiri reinar sem þá meðal annars myndu kannski ganga inn á svæðið eða hornið þar sem vetragarðurinn en svo alveg í hinkantin þetta sé bara framkvæmd sem byggir á úreltri hugmyndafræði og það verður bara að hafa það þó að raðist svolítið að bílum hérna Kópavogsmegin
og framkvæmdir með missa sín eða allavega vera miklu nettari, þannig að skalinn allur í þessu. En svona hefur þetta verið sent út í kynningu núna og koma örugglega viðbrögð á báða bóa. Þetta búið að vera töluvert í umfjöllun og undirbúningi milli Vegagerðarinnar Kópavogs og Reykjavíkur og það má segja að þetta hafi verið niðurstaðan úr því samtali og þá vorum við kannski Reykjavíkurmegin ekki síst að passa upp á að þessa niðurstöðu umhverfismatinu gamla niðurgrafinn veg sem væri ekki vondur hljóðvistarlega og þetta færi ekki of nálægt íbúðunum hér og þar væri líka passað upp á hljóðvist og svo vetrargarðinn og þar sem við þekkjum sem útivistarsvæði þarna. Ef við horfum á þetta úr annarri átt að þá í raun búið að þá hugsa hvernig stígatengingar og annað verður. Við fáum hérna nýja brú yfir Dimmu sem fer í framkvæmd bara núna í sumar og hún hefur verið leiðileg og hérna batnar þá til muna og hér eru 2 útlitsmyndir sem lýsa þessu frá öðrum sjónarhornum til viðbótar. Þannig að Arnarnesvegur er auðvitað stórt mál sem í kynningu, borgarlínan það líka. Borgarlínan niðurstaða sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu og ríkisins. Við skoðum bara þróunarvalkosti alls höfuðborgarsvæðisins til langrar framtíðar. Veltum fyrir okkur hvaða áhrif mun það hafa ef við höldum áfram að þróa byggðina út á við og leysa umferðarmálin með stoppbrautum eins og hefur verið gert kannski síðustu 40-50 ár. Og þá kom í ljós að tafatíminn í umferðinni stórjókst. Það var mjög mikill kostnaður að þessu og áhrifin á loftslagsmál og umhverfi voru neikvæð. Hins vegar ef okkur tækist að efla almenningssamgöngur þannig, meðal annars með því að þétta byggð meðfram stöðvunum, að þá kæmum við þeim 70.000 sem við viljum og þurfum að koma fyrir á höfuðborgarsvæðinu til 2040 haganlega fyrir. Umferðartafi myndi minnka minna og kostnaðurinn ekki verða eins mikill fyrir samfélagið í heild og þess vegna náði samstaða að leggja áherslu á borgarlínu. Hún mun í fyrsta áfanga koma upp í Mjódd og það mjög spennandi áfangi upp í Efra-Breiðholt sem að við höfum nú hvatt til þess að verði flýtt en þetta eitt af stóru verkefnunum í borgarmálunum núna. Við höfum verið að vinna að ýmsu öðru. Við náðum samningum fækkun bensínstöðva á dögunum og erum þá að stuðla því að hverfistengd þjónusta og íbúðir komi á þær lóðir í staðinn. Það búið að samþykkja svokallaða hámarkshraða áætlun þar sem við erum að reyna að draga úr hraða umferðar inn í íbúðahverfum og erum að stíga skref í því. Hámarkshraðan á Seljaskógum var í fyrsta áfanga. Það eru fleiri götur í Breiðholti sem í næsta áfanga. Þar víða verið að fara niður í 30 kílómetra. 30 kílómetra hverfin við auðvitað þekkt stærð sem að fólk orðið býsna vant en í öðrum tilvikum verið að fara í 40. Mér sýnist allar þessar breytingar sem eru Vesturhólar, Austurberg, Vesturberg, Norðurfell, Árskógar, Skógarsel og Jaðarsel að fara niður í 30 í þessum áfanga. Síðan eru þriðji eða síðar áfangar sem ekki eins mikið útfært að þar eru í einhverjum tilvikum verið að fara niður í 40. Sumt að þessu þótti býsna róttækt þegar þetta var sett fyrst fram en ég tek eftir því á íbúafundur núna það meira verið að pikka í okkur og spyrja okkur ekki hægt að gera þetta hraðar og okkur ekki hægt að fara með hraðan lægra, sérstaklega þar sem að börn á ferð sem nú eiginlega bara víðast hvar inn í íbúðahverfum. Við erum með margar svona eins og hámarkshraðaáætlun og hjólreiðaáætlun sem lýsa svona heildarmynd og svo gerum við hluti á hverju ári byggt á þessari heildarsýn.
Hjólastígarnir eru auðvitað hluti af því. Það er óvenju mikið af stígum núna til dæmis á útivistarsvæðunum í Elliðaárdal og í tengslum við Breiðholtið þannig, en það er líka nokkuð stór framkvæmd í tengslum við ÍR-svæðið og lóðir sem að fara að byggjast þar og kem aðeins betur inn á það hér á eftir. En ef við þeysumst yfir framkvæmdamálin að þá eru þetta verið að byggja mjög víð í Reykjavík. Við erum að koma úr síðustu 5 ár eru algjör metár í allri uppbyggingu í borginni og við sjáum það í áætlunum okkar og annara að takturinn er að herðast ef eitthvað er. Við erum að bæta í ef eitthvað er. Aðalskipulagið til 2040 nýorðað veruleika. Fyrsta sem ég vildi nefna þar er reyndar ekki uppbygging, heldur í raun friðun. Við vorum að samþykkja deiliskipulag fyrir Elliðaárdal sem að styrkir friðun hans og verndar sem grænt svæði og en það er ýmis uppbygging á ferðinni. Við erum búin að tala aðeins íþróttasvæðin, en í Suðurmjóddinni að þá er bæði atvinnulóð hér eins og merkt með gulu sem að fara af stað. Nú Garðheimar sem að margir í hverfinu versla við og elska og vilja hafa nálægt sér hefur verið í uppnámi svolítið á sínu svæði, þannig að við vorum bara í síðustu viku að útluta þeim lóð nokkurn veginn hér, kannski aðeins lengra, þar sem að þau eru að fara að setja sig niður og ég sá ekki betur í fundargerð byggingarfulltrúa frá í gær en að þau væru þegar búin að leggja inn byggingarleyfi, þannig að þau eru bara að fara af stað. Íþróttasvæði í er þarna rétt hjá Fjölbraut í Breiðholti að þá erum við búin að ná saman við menntamálaráðuneytið það að gera byggjarun yfir trésmíðatengdagreinar og nýsköpunartengdagreinar og ákveðnar svona iðn- og tæknigreinar, verk og list, 2000 fermetra byggingu sem mun kosta kannski kringum milljarð og mun rísa ekki á planinu eins og maður gæti haldið hér, heldur á lóðum þar sem að framtíða húsasmiðir hafa verið að byggja meðan sumarbústað undir beru lofti. Ég held að adressan sé við Hraunbergið, en þetta er sem að fara af stað. Það er náttúrulega búið að vera að klára eins og íbúðir búsettanir í Mjódd. Við erum að kalla eftir svona grænni uppbyggingu á svæðum víða í borginni, meðal annars í Breiðholti, og þar erum við að hugsa svæðið í Arnabakkanum þar sem við keyptum gamla niðurnýta hverfiskjarnan hérna upp frá og viljum sjá svolítið að matjurtagörðum og grænni uppbyggingu þar. Við erum að hugsa svipaða hluti varðandi raðhús í Völvufelli og síðan annar staðar í borginni, en við getum séð svona 40 íbúðir eitthvað svoleiðis á þessum grænunótum byggjast upp í Völvufelli. Síðan verðum við líka með fleiri íbúðir bara inn á hinn almenna markað þar. Í Arnabakkanum sjáum við fyrir okkur að hluti íbúðana verði þá með þessum grænu áherslum og síðan verði þar stúdentaíbúðir og eins og þið sjáuð einhverju svona matjurtagarðar fyrir þá sem búa þar fyrir eða aðra. En Bakkatúnið heldur sér alveg og hóllinn sem þar er, Skíðabrekkan, það var eitt af því sem að kom algjörlega skýrt út úr samráðun og þannig vildu íbúðar hafa það og þannig verður það. Nú í Hagaseli og Tindaseli er verið að klára 2 íbúðakjarna og þetta vorum við nú eiginlega búin að fara yfir, já. Í Jórufellinu að þá erum við að vinna með félagsbústöðum sem eiga þarna eina blokk og fleirum að fara í samkeppni hvernig væri hugsanlegt að breyta skipulagi á þessu svæði af margþættu tilefni, en Völvufellið er í raun líka eins og Arnarbakkinn að fara í algjöra endurnýjun lífdaga, meðal annars með byggingu stórs leikskóla sem myndi þá að hluta til leysa af hólmi minni leikskóla á svæðinu
og þetta gert til þess að bara styrkja faglegt starf og koma til móts við börnin í Efra Breiðholti. Ég var eiginlega búinn að tala Álfabakkann. Þetta bæði vegagerð og stígar í tengslum við svæðið í Suður-Mjódd. Við erum í samstarfi í mörgum svona verkefnum, munum síðan halda áfram að gera ýmis svæði fallegri og betri eins og þetta við Breiðholtskirkju. Við erum í heilmiklu viðhaldsátaki, erum búin að setja fram áætlun að setja 25 til 30 milljarða í viðhald og endurnýjun á skóla- og frístundahúsnæði næstu 5 til 7 ár. Gerðum heildarúttekt á öllum slíku húsnæði eigu borgarinnar og erum að gera plan það. Það kemur meðal annars hér niður í Breiðholti, í þessum sal, breytingum á smíðastofu, Ölduselsskóla, Suðurborg, Bakkaborg, Jöklaborg, Fálkaborg og Seljaborg. Þannig að það eru heilmikil verkefni í vinnslu og undirbúningi. Eins og að við séð sem að farið mikið hverfið, þá hefum við verið að taka líka leikskóla lóðirnar í gegn og ég fikk ábendingar það á fundinum í morgun að Breiðholt, þar að segja grunnskólanir í Breiðholti sem voru fyrstir í forgangi þegar við tókum grunnskólalóðirnar, að þar væri að ýmsu að huga. Þannig að við verðumst vera komin í annan hring að taka grunnskólalóði borgarinnar í gegn og það var kannski viðbúið. En eitt af stóru verkefnum á næstu árum nýtt dans- og fimleikahús í Efra Breiðholti. Þar sjáum við fyrir okkur í fyrsta lagi að vera með fimleika, bardaíþróttir en líka danshús. Á 40 ára afmæli Fellaskóla sýndu allir árgangarnir dans, það mikil dansáhugi, dansskóla sem hafa verið mikið í Breiðholtinu í gegnum tíðina en þetta verður mjög áhugavert verkefni og mikill áhugi fjölbraut í Breiðholt að koma inn með dansbraut á framhaldsskólastigi fyrir ungt fólk sem brennur fyrir dans. Hverfið mitt bara örsnögt, það voru 16 verkefni sem að Breiðhyltingar völdu. Þar af voru 3 æslabelgir, takk fyrir. Æslabelgir voru hinn magnaði sigurvegari þessara kosninga. Það verður æslabelgur í Seljakverfi, í Efra Breiðholti og líka í Bökkunum. En það voru alls konar fín verkefni sem voru kosin og eitt það sem komst fyrst í framkvæmda voru jólaljósin við Seljatjörn sem glöddu svo marga fyrir jólin. En það verða líka jólaljós á Bakkahringnum og alls konar fegrun og útiborð, tennisborð og ég veit ekki hvað og hvað. Og hérna var einhverjar árbæðaglærur sloppið inn. Það mjög djúpt á árbæðingnum í mér. En æslabelginir sem bara rústuðu kosningunum eins og krakkarnir segja alla borg, þannig að ég veit ekki hvað. Ég sjá það að Breiðhyltingar kusu 3, ég held að það verið 3 kosnir upp í Grafovogi, þannig ég held að verið varla hægt að stíga niður á þess að lenda á æslabelg eftir næsta sumar þegar við verðum búin að koma þeim öllum fyrir. En í stuttum máli að þá allt sem við erum að gera hluti af heildarsýn sem til lengri tíma, við köllum hana græna planið. Við höfum verið að bregðast við í raun efnahagssamdrætti eftir koronaveirufaraldurinn, öðrum þræði og hins vegar þeim áskorunum sem við stöndum frammi fyrir vegna loftslagsbreytinga og höfum þess vegna verið að flýta grænum verkefnum, fjármagnaða með grænum skuldabréfum og leggja línur með uppbyggingu og stefnum til lengri tíma og þannig teljum við að við séum að fjárfesta til framtíðar, hugsa langt en gera sem mest í dag. Breiðholtið hefur verið í fararbroddi í mjög mörgu. Við höfum talað skipulagningu starfs gagnvart börnum, hverfistjóran og marga nýbreytni, en það sama má eiginlega segja varðandi skipulagsmálin sjálf að hverfaskipulagið var fyrst gert unnið í Árbæ og síðan í Breiðholti
og þannig erum við komið með heildarsýn sem á að einfalda öllum að gera breytingar þar sem að fólk vill gera breytingar. Þetta bara á leiðinni núna að birtast í stjórnartíðindum og þá tekur þetta formlega gildi, en síðan verður þetta gefið út á bók og verður mjög aðgengilegt á vefnum hverfaskipulag.is ásamt sérstakri hverfasjá, þar sem á að vera mjög aðgengilegt að sjá hvað gildir og hvað má. Og til þessi leikurinn gerður að einfalda alla umsýslu með slíka breytingar, að taka á því sem að íbúar benda á sem viðfangsefni í hverfunum sínum og bæta því við sem að fólk sér sem tækifæri í sínu nánastu umhverfi. Þetta var yfirferðin. Takk í bili, svo hlakka ég til að svara spurningum eftir. Takk fyrir Dagur, góð yfirferð, margt búið að gerast í hverfinu og mikil uppbygging, en næsta dagskrá myndband. Magdalena segir frá sínu hverfi, sem reyndar líka okkar hverfi, mjög skemmtilegt. Aðalpunkturinn fyrir mig bókasafninu, þannig að mér finnst að það finna bara allir að vera að koma heim þegar eru þarna. Það fólk sem bara alltaf tilbúin opin til að hjálpa þér og alltaf með bros í vorina. Þetta bara mín staður svona í Breiðholti. Mér finnst Breiðholt svona mjög vel skipulagt hverfi. Húsin ekki allir bara saman í klessu. Ég hef verið þangað í svona 26 ár og ég búin að upplifa hvernig að búa á svona bæðastæðum svona Fella og Seljakverfinu. Það bara mjög vel skipulag gongustígi, það alltaf gaman og það líka svæði til að taka pása og fá sæti eða segja þú finnur ekki neitt svoleiðis, þá finnur eitthvað rólu þegar þú getur bara líka fara að leika sér. En það mikið útsýni líka yfir svæðinu, alls staðar sem þú fer, sem bara náttúran að gefa okkur svona tónleikar sem ég meina þá. Mér finnst fólki í Breiðholti mjög skemmtilegt, alltaf opið, lífandi, alls staðar sem ég hef búin að vera. Þá ég búin að gera svona mjög góða vinkonur með ekki saman tungumáli. Þetta bara svolítið fyndið. Að þú þarft ekki að fara úr hverfinu fyrir ekki neitt. Það sundlaugir, það bókasafnið, það svona íþróttastaður, þjónustumiðstöð sem virkar rosalega vel. Þú finnur bara allt. Skólinn, ég fékk bara alla þjónustu sem hægt bara að fá fyrir börnin. Ég var í foreldrafélagi til að geta bara taka meiri þátt með börnin. Þau bæði búin að útskrifa grunnskóla í Breiðholti. Og sá strákinn minn líka í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti. Reyndar hann segir við mig, mamma, ef þú fluttir úr hverfinu, þá fer ég að sækja hjá einhver vinnu mínu eitthvað lítil hús til að leigja og svo vera hér. Ég fer aldrei að flytja úr þessa hverfi. Þetta var skemmtilegt. Dásamlegt. Fannstu það ekki? En vindum okkur í... Magdalena kannski í salnum með það? Já, ok. Þá bara næsti dagskrárliður. Ég ætla samt að votta eitt fyrir þess að ég hef stundum þurft að setja sængin yfir höfuð við bækurnar sem ég hef lesið. En gott að bara velkomin og hlakka til að sjá kynninguna í íþróttamannvirkinu í Suðurmjódd. Velkomin. Já, ok. Komið sæl. Ég sem sagt komin hingað til að fara bara stuttlega í gegnum uppbygginguna sem hefur átt sér stað núna í Suðurmjódd og að ljúka. Þetta hefur nú varla farið fram hjá okkur ef það hefði keyrt þarna fram hjá ef þið búið þarna í nágrenninu, en núna þetta bara allt að gerast og mér langaði bara að sýna ykkur á
hverju þið eigi von þegar að er þetta á svona einhverjum timer? Nei, ok. Já, á hverju þið eigi von þegar að þegar að þetta opnar allt saman. Sko, þetta byrjar á því að ÍR og Reykjavíkurborg gera með sér samning sem var samþykktur í borgarsjóð 2017 í upphaf árs. Þannig að þetta ekkert águlega langur tími. Þessi samningur náði til sem sagt að byggja á svæðinu aðstöðu fyrir frjálsar íþróttir til æfinga úti, knatthús, parketthús og svo að ganga frá lóðinni. Þannig inni var einnig að skipta gervigras. En ég kem inn í þetta, formaður byggingarnefndar fyrir þetta svæði og við komum inn í þetta þegar að verkefni fyrir aðstöðu úti, aðstöðuna frjálsar og þetta gervigras var þegar farið af stað. Þannig að ég þekki það minna. En eins og þið sjáið á myndinni sem þarna, þá þetta áður en nokkuð gert og þarna þá ÍR-húsið og svo 3 knattspyrnuvellir og þar af 1 með gervigrasi. Þetta var sem sagt aðstæðan. Ég veit nú allavega nóg þetta frjálsíþróttavöll til að segja að það sé alveg hægt að halda því fram að þetta sé bara fullkomnasta aðstaða, útiaðstaða til æfingar á frjálsum á Íslandi. Þið sjáu þarna myndina upp í vinstra horninu að þarna kona að hlaupa og ég held að þetta hafi átt að vera Anita Hinriks sem hún hleypar svo hratt að arkitektur náði ekki að festa hana almennilega. En þarna líka mjög flott vallarhús og í því eru búningsklefar, það aðstaða fyrir þjálfara, fyrir mótshaldara, tækjageymsla, fyrir búnað og svo einnig hægt að nýta ofan á húsinu, þak hlutahússins til að fara og horfa þá á, fylgjast með annarkvæmt keppnum eða bara með öðrum æfa. Þannig þetta eins og ég segi, þetta held ég flottasta frjálsíþróttaaðstaða bara á landinu. Og hún klár í vor. Eins og Dagur sagði, þá þarna mót fyrirhugað held ég bara í maí. Svo það fjölnota íþróttahúsið sem upphaflega átti að vera knatthús, eingöngu. Og hugmyndin var að þetta yrði dúkahús sem að reyndi svo þegar tilkom að það var það svo óðbúslega hátt og var svo ljótt í landi og í staðinn var reist þessi svona stálgrindabygging sem miklu meira heldur en dúkahús því þarna líka inni aðstaða til að æfa frjálsar inni á veturna og til þess að vera með alveg frjálsíþróttastarf það þarf náttúrulega frjálsíþróttafólki að geta æft inni, það getur ekki setið og gert ekki neitt allan veturinn í sinni íþrótt. Þannig að þetta var ákvörðunin að byggja þetta stóra hús og þarna inni sem sagt gervigrasvöllur og þessi aðstaða fyrir frjálsíþróttir en síðan nýttu okkur einnig það að vera komin með tiltölulega ódýrt fermetraverð og bættum við tengibyggingu sem liggur langs með húsinu til að geta nota það undir stóðrýmin því að parketthúsið sem ég tala um seinna það töluvert dýrara á fermetri því það stift, þetta stálgrindarhús. Og þannig í þessari tengibyggingu þarna sem sagt aðstaða til lyftinga, þarna tækjarými, búnings til að taka á sig föt og á efri hæðinni aðstaða fyrir foreldra til að horfa þá inn í salinn þegar börnin að æfa, þurfa ekki að vera í salnum og núna verið að skoða hvort það ekki að flytja skrifstofur í þangað yfir á þessu efri hæð. Nú, hér sjáu þið sem sagt teikninguna og þarna völlurinn, ég var ekki með neina fína myndir og allar myndir síðan mér svona verkfræðiteikningar sem ekki mjög sérstaklega flottar að sjá svona glæru en þetta á að sýna ykkur sem sagt neðri hæðina á þessu tengirými sem sjáu þarna liggur þarna neðst og svo fyrir ofan þá fótbolta gervigrasvöllurinn og svo þarna út í enda aðstaða fyrir frjálsar og þarna
hlaupabrautir fyrir svona stutta spretti, þarna eru gryfjur og hægt að æfa stangastökk, langstökk og bara öll stökk. Nú, efri hæðin, eins og ég segi, hún er minna tengibyggingunni, ég er ekkert að sýna ykkur það því hún er ekki alveg frágengin í skipulagi, þannig hún er bara svona eiginlega tómt rými. Húsið var keyrt niður í jörðina til að minnka umhverfisáhrifin, þannig að það er svona eiginlega eina hæð ofan í jörð. Þannig að það verður ekki eins svakalega mikill massi að sjá á utan. Nú, þetta hús uppfyllir stærðarkröfu fyrir knattspyrnu í 8 manna bolta. Það nýtist líka fyrir mót í yngri flokkum. Þarna inni er hægt að vera með inniæfingar fyrir fótboltar og frjálsar. Þarna fer fram leikfimi eldri borgara. Það er opið fyrir almenning sem vil nota húsið til að ganga til 11:30 á daginn. Og það er einnig nota fyrir leikfimi tíma elstu unglingarna í Öldurselsskóla og Seljaskóla. Eins og ég minntist áðan, þá var þetta lyftinga aðstaða líka fyrir iðkendur, iðkendur IR og þessi möguleiki að flytja skrifstofur IR í tengibygginguna. Nú, þá erum við komin að parkethúsinu og þetta, ég kannski minntist ekki á það, en þetta var afhent, framkvæmdi byrjuði bara, held ég, akkurat þegar COVID á parkethúsinu, byrjuði þegar COVID var. Og það er alveg magnað að verktakinn er að fara að skila því núna 1. júní. Þannig að og þarna er núna verið að bara leggja parkettið. Það er bara á fullu, allur innanlandsfrágangur og það þyrfti eitthvað meiri háttar að gerast til að það verði ekki afhent þarna 1. júní. Og þetta hús er tengt við fjölnota íþróttahúsið sem hét áður Knatthús. Og það er gert til þess að nýta betur samnýta rými. Og meðal annars eitt af því sem að samnýtist er lyfta. Og allt þetta spara kostnað og gera það verkum að IR getur fengið stærri og meiri svona rými undir íþróttaiðkunina. Nú þetta hús er jafnframt dunkað niður um eina hæð. Þarna er aðstaða til að keppa í handbolta og körfubolta í efstu deildum. Og til æfinga fyrir alla flokka. Og auðvitað má keppa þarna líka fyrir yngri flokka, en þetta er vottað fyrir keppni í eldri flokkum. Nú, sjáum þið, þetta er arkitekt að gera þessa mynd, skilur við það, þið sjáum munin. En þarna er, sjáum þið bæði hvernig uppsetningin er varðandi sætin, þetta eru, það er að draga sér sæti fram, en það geta 800 manns setið og fylgst með leik. Það er að keppa þarna í handbolta, körfubolta og það er að skipta salnum upp jafnframt í 3 minni velli eða einn aðeins minni og svona eitt svona þvert eins og við sjáum. Og þetta kemur sér náttúrulega afskaplega vel þegar eru yngri flokkar að keppa og jafnframt til æfinga og húsi verður búið bara fullkomnasta hljóð- og myndkerfi sem er í boði fyrir svona íþróttahús og það gerir það verkum að þjálfararnir þurfa ekki að vera að garga á börnin. Þannig þeir eru bara með svona headset og geta bara að tala eðlilega, koma ekki heim og þurfa bara að þaga í 4 tíma, þeir eru búin að öskra svo mikið. Bara til að heyri, Þannig að þetta er mjög jákvætt. Þarna uppi er svo, kannski skoða nú verkfræðimyndina, sjáðu munin. Aha. En þarna, þetta er hæðin sem gengið er inn á, sem er í raun og veru önnur hæð og þú gengur inn svona undir þaki, það er þetta sem er upp í horninu þarna megin og síðan er gengið inn og það er afgreiðsla, það er kaffiveitingar, klósett, aðstæða til að setjast og svo framvegis og stúkan og ef þið sjáið að það er svona rammi í kringum allan salinn, að það er svona svalir allan hringinn líka. Og þetta sem að skagar út af neðan, þetta er aðstæða fyrir fjölmiðla og svo er stór geymsla fyrir tæki og mörk og slíkt, þannig að það er hægt að tæma salinn og eftir því hvað verður að spila. Ég held að það séu 16 körfur settar upp í húsinu og þetta er parkettið er fíbavottað og ég gleymdi nú að minnast að það líka að
gervigrasið í Fjölnóta íþróttahúsinu, það jafnframt FIFA-vottað og með svona kurli sem heitir eitthvað virgin, eitthvað, þú veist, óspjallað kurl. Þannig að það á að vera hættulaust fyrir börnin. Og svo sjáum við mynd af neðri hæðinni, þar sem að leikmenn og krakkar sem að æfa koma inn og þar eru búningsherbyggi, þar dómaraaðstaða og svona ýmis stoðrými sem að fylgir svona rekstri. Og svo sjáum við tenginguna þarna yfir upp í hægra horni, tenging yfir í Fjölnóta íþróttahúsið. Þannig að þetta verður allt eining. Það sem að gott við það að meðal annars, það margt gott við það, en eitt af það sem gott við það að það þýðir að börn sem að æfa ólíkar íþróttir hittast meira. Það ekki bara þú æfir handbolta, hittir bara handboltabörn eða svo framvegis. Þannig að það verður svona meiri samheldni í sem heild á börnunum. Annað, að það unnið að hönnunin á lóð, sú teikning svona tillaga sem nú svona næst í að vera lokatillaga held ég, kom bara í hús í gær, þannig ég vil ekki sýna hana því við eftir að ræða hana og kynna hana fyrir meðal annars þeim sem að búa í Árskógum, blokkunum sem liggja upp að svæðinu, bara þannig kurteisar kannski sýna þeim það fyrst þannig að fyrir að kynna það hér á fundi. En það lítur allt mjög vel út og svona tengir þetta svæði svona við hverfið og bara mjög fínt að mínu mati. Eitt að það möguleiki á að nýta húsin fyrir leikfimi eldri barna, nýta parkethúsið og það frábært verkefni sem ég veit ekki hvort þið vita sem heitir IR Ungar og það felst í því að börn á fyrsta og öðrum bekk geta borgað eitt gjald og það geta verið í öllum íþróttum sem þau vilja og með þeirra að velja og svona læra hvað þau hafa áhuga á. Og það hefur verið í Seljaskóla og upp í Austurbergi en á núna að flytjast bara alfarið í parkethúsið. Þannig að þá svona allur aldur komin þarna líka á sama stað. Þú varst að tala frístundaheimili í dagur og það væri svolítið svona þröngt þau, þá í gangi einhvers konar könnun á því hvort að IR geti gert samstarf frístundaheimilin, þannig að ef þeir flytja skrifstofurnar sínar yfir í tengibygginguna þá losnar efri hæðin á IR-húsinu að það geti þá verið einhvers konar frístundaheimili og börnin geti þá farið í staðinn fyrir að fara í frístundaheimili og svo í íþróttir og svo heim að þá fara þau bara í frístundaheimili sem í IR og bara klára daginn sem þar, fara svo í íþróttirnar á eftir. Það svona sparaði þeim svona rúmt út allt. Svo átti ég að benda ykkur á, ég var svona að ræða við IR hvað ég ætti hvort það var eitthvað sem vildi koma, þá var að segja að þeir bjóða tvisvar í viku upp á kvennaleikfimi í IR heimilinu gamla og þetta afskaplega vel sótt og ef þið vitið ekki af þessu, konur, að þá vitið þið það nú. Það sem held ég líka ekki hvað minnst ánægilegt við þessa uppbyggingu alla og þessa vilja Reykjavíkurborgar og IR-inga til þess að láta þetta verða veruleika og þetta mikið og stórt verk að þetta mun maður finnur það alveg hjá IR-inga þegar ætla sér að nýta þetta til þess að ná markmiðum Reykjavíkurborgar heilsueflingu allra aldursflokka. Þannig að það ekki bara að þarna séu þeir sem að stunda íþróttir, keppnisíþróttir, þetta ekki bara börn, það geta allir einhvern veginn, það koma öllum til góða, það svona vonin. Þannig að ég held að það hefði bara verið, ekki ætlað að segja fleira Já, og svo líka get ég kannski sagt sem gleðilegt að þessi stóru verk, að þau hafa ekki, það hefur tekist bara með Reykjavíkurborg, IR og byggingarnefndinni við okkur hefur tekist að halda þessu verki þessi útboðsverk hafa ekki farið úr böndunum í kostnaði, þannig að þetta allt bara jákvætt og ég hlakka mikið til að þegar þetta verður búið bara og óska ykkur til hamingju og þegar ég kom í fyrst skipti á skrifstofu það voru bara byggarar út allt, þeir eru bara upp í rjáfur og inn á klósetti og bara
og ég sko á Seltjarnarnesi sem Grótta ekki alveg jafn mikið af bikurum. Þannig að ég gerir ráð fyrir sko núna þegar þið fá þessa flottu aðstöðu að þá bara sko, ég held að byggararnir hljóti bara að þeir eru bara að byggja sérhús, þeir byggja pening fyrir sérhús fyrir byggaradagur sko. En ég held að sé ekkert sem kom í veg fyrir bara að ÍR verði sko ekki bara eitt af stærstu félögunum í Reykjavík, heldur að verði bara stórveldi held ég í íþróttum í Reykjavík. Þannig að takk fyrir mig. Takk fyrir Issa. Ég hlakka mikið til. Búin að bíða eftir þessu lengi. Ég fæ alltaf svona auka slag þegar ég hef verið að keyra framhjá og með börnin og átt leið framhjá. Það er þannig að þetta á pínu svona þessi framkvæmd er mér sem mjög kær. Því ég bara held að þetta verði mikil bylting fyrir bara allan aldur í hverfinu og öll börn í borginni njóta góðs af þessu. En allavega þá er komið að spurningum og Dagur, gjörðu svo vel. Við erum búin að aftur þetta praktíska, það gengur hljóðnemi og þið bara rétti upp hönd og segið til nafns og eru stutt og hnitmið spurningar. Ég ætla samt að byrja á eitt spurningu sem barst fyrir fundinn og nokkrar spurningar sem barst fyrir fundinn. Það er líka hægt að senda inn spurningar í streyminu. Og það var hún Hildur Kristjánsdóttir. Hún fjallar spyr Breiðholtsskóla og þéttingu byggðar. Skipulag Breiðholtshverfisins er talið vel heppnað með tilliti til blöndunar íbúagerða í öllum skólahverfum Breiðholtsins. Ef áætlanir ganga eftir með uppbyggingu 800 íbúða í Mjódd er fyrir séð að Breiðholtsskóli tekur ekki við svo mikilli fjölgun. Ef nýr grunnskóli verður byggður í Mjódd innan öll háhýsin er gengið gegn þeirri góðu hugmyndafræði sem skipulag hverfisins er byggt upp með dreifingu íbúðastærða og gerða og þar með tekjuhópa í sama skólahverfi. Það má benda á að erlendis er verið að reyna að lagast í hverfi með því að tengja þau betur umhverfi sín og setja inn fjölbreyttar íbúðagerðir. Verður það á ábyrgð félagshyggju að byggja upp einangraða eyju í Mjódd þar sem börnin í háhýsunum fara í leik og grunnskóla bara með sínum líkum. Já, fyrsta lagi þá er ekki stemt að því að byggja háhýsi. Ég veit af þessum áhyggjum sem hafa verið í nærumhverfinu. Við fengum athugasemdir við þetta bæði í forkynningu aðalskipulaginu og líka á auglýsingatímanum. Og bæði færðum við þetta niður hæðaflokk og settum inn sérstakann texta til þess að undirstrika það að við verum ekki að skapa væntingar einhvern samfelldan háan vegg. Heldur myndum við þurfa að stúdera skuggavarp og sól og ljós á nærliggjandi byggð. Og svo þurfum við þetta líka að skoða skólamálin og að innviðirnir frekari uppbygging þeirra haldist í hendur við þéttingu byggðar. En í grunninn erum við að þétta hverfi sem voru áður fjölmennari, eru núna fámennari, eru að einhverju leyti að eldast. En í tengslu við hvert og eitt svona stórt uppbyggingaverkefni þá er þetta rýnt alveg sérstaklega. Og taka kannski spurningu sal? Takk fyrir fundinn. Gunnar Hjörtur Gunnarsson og verkfræðingur, búin að búa hér í Breiðholtinu 51 ár. Mikinn áhuga á íbúamálum og hverfinu sjálfu. Fyrir einhverjum 10 árum eða svo þá stóð til að slökkvilið byggja til útibúf svona frá sér, niður í Elliðaárdal. Það kom upp mikið mótmæli frá fólkinu sem bjó þar næst, þannig að það varð ekkert að þessu. En þetta ég veit ekki til þess að sé neitt í gangi varðandi þetta því miður, vegna þess að þetta byggðist á því að slökkviliðið var óánægt með þá þjónustu sem það gat veitt hérna í Breiðholti og kannski eitthvað pínlítið í Kópavogi líka, vegna fjarlægðar í næstu stöð hjá þeim. Það er ákveðnir staðlar sem þeir fóru eftir og þeir voru ekki uppfylltir og þetta er alvöru mál vegna þess að þetta þýðir bara lengri útkallstíma bæði ef það kviknar, ekki ef, heldur þegar kviknar í.
og líka þegar einhver fær hjartaslag eða heilablóðfall eitthvað svoleiðis, þá ofta lífi og dauða tefla og það örugglega hægt að reikna út sko mannslátin sem hafa orðið hérna vegna þess að stöðin ekki komin. Hvenær kemur hún? Já, takk fyrir Gunnar. Það alveg rétt að á einum tímapunkti þá var verið að velta fyrir sér slökkvistöð þarna við Stekkjabakkann. Það var fallið frá því, núverandi slökkvistöð fyrir þá sem ekki þekkja við Tunguháls og dekka nú nokkuð vel bæði Árbæ og Breiðholt. Hins vegar eru ákveðin svæði í Kópavogi sem að hægt að hafa áhyggjur af varðandi viðbragðstíma og það nú meðal annars þess vegna sem að Kópavogur hefur þrýst mjög mikið á Arnarnesveginn vegna þess að greiningar sýna að hann geti skipt máli upp á viðbragðstíma í þessu. Við höfum verið að skoða eitthvað samspil slökkvistöðvar og sorpustöðvarina við Jafnasel en það ekki víst að það verði ofan á. Það gæti líka verið að slökkvistöð Kópavogsmegin gæti verið lendingin. En þetta í rýni og nákvæmlega eins og þú segir að þá verið að herma viðbragðstíman á mismunandi svæðum og eitt af því sem skiptir máli að það að koma mjög mikil uppbygging til dæmis í Ártúnshöfða sem liggur ansi vel við Tunguhálsunum. Þannig að þessi hlutir hafa líka aðeins verið að breytast en viðbragðstíminn náttúrulega á alþjóðamælikvarða býsna góður á höfuðborgarsvæðinu og mjög fínn í Breiðholtinu. Það var meira verið að hugsa svona jaðarsvæðin sem gul en ekki græn í þessu í þessum greiningum sem við höfum verið að skoða. Ég kannaði þetta sérstaklega, þeir báðu að fá pláss hérna í Breiðholtinu af því að Breiðholti var ekki í heilulagi með nægilega góða dekningu. Það var of langur tími að fara í ákveðin hús hérna. Mér minnir að það hafi verið stór hluti Seljagarðs sem var ekki vel dekkaður og þannig að fyrir alla muni ekki gleyma þessu vegna þess að þetta bara grjótarra staðreyndir að menn og konur verða veikar og ef útkallstíminn ekki í lagi þá verða fleiri dauðsföll. Takk. Fleiri spurningar úr sal? Já. Get tekið eina stutta á meðan Dagur. Það Kolbrún Ólafsdóttir tengt umferðarmálum. Það rétt að banna umferðarmálum? Já. Það rétt að banna í hægri beygju frá Stekkjabakka í átt að Höfðabakka? Ef svo bið ég borgarstjóra að hugsa það mál betur. Þetta leið sem margir fara áleiðis í Árbæinn, heilsugæslu Höfða, Grafa og Vesturlandsveg. Ef þessari leið verður lokað beinist umferð í gegnum hverfin, til dæmis Fálkabakka og Vesturberg. Takk. Ég held að svara við þessu sé nú bara nei. Ég hef ekki heyrt þessar hugleiðingar. Gjörðu svo vel. Sæll Dagur, Helga Kristín heiti ég og í forsvari fyrir vini Vassendakvars. Ég afhenti yfirlýsingu núna frá okkur í júní þar sem ég lýsti yfir áhyggjum hópsins með þessa framkvæmd Arnarnesvegar og ég held að sé alveg ljóst að pressan að koma frá Kópavogi en við náttúrulega búum hér í Reykjavík erum ekki sátt við þessa útfærslu eins og hún sett upp. Þó að vegurinn liggja mestuleyti í Kópavogi þá eins og við sáum á myndunum þá var hann mestuleyti niður grafinu og allir sem að þekkja til hæðarinnar vita að fennir hún í hverja einustu gjótu á veturna svo að þetta gríðarlegur snjómokstur og þetta í 130 metra hæði við sjávarmáli svo þetta hæsti vegur höfuðborgarsvæðisins. Við hefum líka miklar ágjörð því út af því að vetrargarðurinn verður á horninu á samtals 10 akrin stofnbrauta og það ákveðið, þið hafið ákveðið að enginn að kalla eftir nýju umhverfismati þó þessi frá 2003. Það 19 ár síðan umhverfismati var gert og það gríðarlega margt breyst og græna planið og umhverfissjónarmið sem Reykjavík að standa fyrir. Þetta virðist vera algjörlega, þessi framkvæmd eins og hún skipuleg í dag, virðist vera algjörlega skjön við það. Eins og við höfum oft bent á, akkur ekki þá að hugsa, væri mögulega hægt að leggja veginn í göng til dæmis, að skoða aðra leiðir og hugsa þetta með heildarmyndin í huga, út af því að ef við hugsaum til framtíðar, nú verður að hugsa að leggja aðra vegi eins og Miklubrautina einhverju leiti í göng og við þurfum að hugsa þetta til framtíðar
og í stað þess að segja bara já, við viljum ekki gera nýtt umhverfismat út af því að það tæki 1 til 2 ár og myndi tefja framkvæmdina. Við byrjuðum að kalla eftir nýju umhverfismati fyrir rúmlega 2 árum. Svo ég vil spyrja, ætlar Reykjavíkurborg ekki að skoða þetta vel áður en þið veita framkvæmdaleyfið og skoða hvaða forsendur eru fyrir því að leyfa þessu umhverfismati að standa, jafnvel þó tæknilega að þið þurfið ekki að gera vegna glufu í laugum? Spurningin samt hvort að við skoðum það í tengslum við framkvæmdaleyfið. Já, við í raun skoðum það áður en að deiliskipulagið var unnið og það var send sérstaklega fyrirspurn það hvort að það þyrfti nýtt umhverfismat og vegna þess að þetta var talið í raun framkvæmd sem að hafin væri framkvæmd við og ég held að þið kannist við þetta að þá væri það ekki og við höfum einfaldlega haldið uppi sjónarmiðum íbúana sem búa þarna næst, bæði á grundvelli gamla matsins og hljóðvistarskýrslana og staðið vörðum vetragarðinn en í raun tókum bara þessi svör við fyrirspurninni til Skipulagsstofnunar varðandi umhverfismati gild. Miðað við umhverfissjónarmiðin sem að þið í rauninni standi fyrir, þá getið þið kallað eftir nýju umhverfismati. Finnst þér eðlilegt að leyfa 19 ára gömlu umhverfismati að standa þegar lýðheilsa barna sem að fara að stunda skíðaíþróttir þarna á horni þessara stoppbrauta í húfi? Ég held að þetta snúist kannski ekki árin heldur hvort að sé einhver ný rök komið fram í málinu og fyrirspurnin til Skipulagsstofnunar snerist þetta. Það var gefinn frestur á því eftir því sem ég best veit að í raun gera athugasemdir við þessa niðurstöðu en hún stóð og við tókum það gilt, já. Fleiri spurningar á sal? Já. Kemstu yfir? Getur kannski tekið eina? Nei, ljómandi. Góðan daginn. Já, góða kvöldi reyndar. Guðmundur Óskarsson heiti ég og búinn að búa hér í 50 ár, ánægður Breiðholtsbúi, en það gæti orðið breyting á. Ég sendi fyrirspurn til ykkar og ég veit ekki hvort hann hefur lent í tætaranum með hvernig það Ég hjá eftir hjá Magdalenu að hún var svo ánægð með hverfið hérna fyrir það hvað var langt á milli bygginga. Það væri vítt húsin. En nú þarna meiningin alveg nánast til við húsgaflinn hjá mér að reisa leikskóla. Þannig að þarna ég hef nefnt að svona trömpvegg sem að upphaflega átt að vera í svona 2,5 til 3 metrum frá lóðamörkum hjá mér. Þannig að það verður ekki vítt í umhverfinu. Þarna á sínum tíma, ég byggði þetta mitt raðhús, eða við hjón, 71 og þá vissi ég hvernig skipulagið yrði. Ég vissi það að ég myndi missa útsýnið hjá mér yfir að Esjunni, þar sem maður horfði ofta á bílana að keyra ljósin þar eftir. En ég vissi að ég myndi missa það þegar að Aspafell 12 yrði byggt og ég vissi einnig að þegar að Aspafell 4 yrði byggt þá myndi ég missa sólarlagið. En núna í þessu hverfi þessari uppbyggingu sem á að verða við Völvufellsreitin, að þá kem ég til með að missa morgunsólina til viðbótar. Og það vissi ég ekki þegar ég var að byrja að byggja. Þannig að mér finnst þetta alveg forkastanlegt að vera svona alveg rétt við húsgaflinn hjá mér. Veggur sem lengri heldur en næstuði heldur en lóðarmörkin hjá mér í báðar áttir. Þetta verður sennilega svona í kringu 30 metra langur veggur sem verður svona álíka hár og raðhúsi hjá mér. Þannig að maður töluvert óánægður með þetta.
Þarna upphaflega átti hann að vera alveg við gangstíginn, en var færður einhverja sentimetra í burtu eftir að ég gerði athugasemd. En þetta maður ekki alveg ánægður með. Það einhver Trump-heilkenni orðin í bæjarstjórninni. Takk fyrir. Takk fyrir þá sem að ekki staðkunni. Við erum að tala deiliskipulagsreitin fyrir aftan Völvufellið og Drafnarfellið og ég þekki þetta svæði ekki eins vel og þú. Ég hef ekki búið þarna en auðvitað fylgst með því eins og aðrir áratugum saman. Þarna hefur þjónustan látið undan síga. Þarna var Breiðholtsbakari við góðan orðstír mjög lengi, lagðist af og í byggingunni þar við hliðina á hafa verið óleyfisíbúðir árum saman og hrikaleg umgengni satt að segja og í raun kjarninn allur með auðvitað frábæri undantekningu af mínimarket sem við köllum í daglegu tali pólskubúðina hjá Pétri og Agnesku að þá þetta bara svæði og umhverfi borginni til skammar og hefur verið býsna lengi. Hvítasunnusöfnuðurinn var þarna með litla byggingu sem var skólastarfsemi sem að lagðist af fyrir margt löngu og bara mjög margt sem að við töldum í raun kalla á endurskoðun til þess einhvern veginn að svæðið í heild sinni fengi andlitslyftingu. Ég átta mig á því að þetta breyting á þínu næsta umhverfi. Leikskólinn styðst við rök gagnvart börnum og faglegu starfi á þessu svæði í Breiðholtinu. Við erum líka þarna að reyna, eins og ég kom aðeins inn á í kynningunni, að reyna að svona læra því sem hefur verið gott á þessu svæði eins og raðhúsin sem að þú býrði í, þannig að við erum að gera ráð fyrir raðhúsum á svæðinu og kannski svona fjölbreyttum búsetugerðum, þannig að skipulagið kannski fyrir utan þá sem búa allra næst mæltist býsna vel fyrir og hefur verið stutt að því ég minni svona mestuleiti þvert á flokka sem bara andlitslyfting á þessu svæði. Þá ég átti mig á því að þetta sé rask og breyting í þínu nærumhverfi. Já, alveg rétt. Þarna gróður á sumum stöðum en lóðin sem hugsað fyrir leikskólan verður býsna stór og hún verður opin almenningi utan í raun opnatíma leikskólans og vel frá gengin eins og leikskólalóðir í dag. Ekki tekið svona samtal af því það heyrist ekki í streyminu. Þú verður að vera með mikrofónin því miður. Næsta spurning. Já, sæl, ég heiti Hildur og mér langar að lesa mjög stutta tilvitnun úr nýsamþykktu aðalskipulagi og hún svona: hæðir húsa skulu almennt ákvarðast af hnattrænni borgarinnar, náttúrulegri umgjörð hennar, sögulegu byggðamynstri, gatnaskipan og rýmismyndun og yfirbragði aðliggjandi byggðar. Og þannig að ég ásamt fleirum sem eru í kvöld búum við þróunarreit í Mjódd og það virðist sem þessi fallegu orð eigi ekki við þróunarreiti eða aðliggjandi byggð við svona þróunarreiti. Þannig að ef að taka á tillit til hnattrænnar legu að þá væri ekki verið að kynna 5 til 8 hæða byggingar sem að voru svo lækkaðar niður í 4 til 7 eftir mikil mótmæli nágrennis en samt haldi í sama byggingamagn sem þá, ef ég bara reikna gróft, þá virðist vera 45.000 fermetrar á staðnum í dag og það eigi að bætast við 60.000 fermetrar í atvinnuhúsnæði og cirka 80.000 fermetrar í þessum 800 íbúðum. Þannig að þá erum við með 185.000 fermetra á 100.000 fermetra svæði. Þetta alveg svakalega mikil nýting og miklu meiri nýting heldur en að við höfum að kynnast almennt í borginni.
og með sólarhæðir, að ég hjó líka eftir þessu sama hjá Magdalenu að það var kostur í hverfið að húsin var ekki öll í klessu, eins og orðað einhvern veginn þannig, að það næri ekki sól niður á 4. hæð og neðar hálft árið í 7 hæða byggð og sólin er aldrei niður á 1. hæðina. Það sést bara svart og hvítu í viðauka við aðalskipulag. Þannig að ég vil bara biðla til borgarstjórnar að endurskoða þessi áform og jafnvel, já, ég horfði á fund á streymi á föstudaginn þar sem að tala fyrir ákvarðanir sem var hætt við, þú veist, sem betur fer, fosfórsbraut og annað slíkt. Er þetta ekki einhver ákvarðun sem má endurskoða? Ef að spurningin svo hvort að það veri skynsamlegt að falla alveg frá því að nýta reitinn í Norðurmjót, að þá held ég að engum finnist það, en þá er kannski svona að taka orðin svolítið bókstaflega. Hins vegar var þetta bara mjög góð umræða meðal svo grundvelli þeirra athugasemda sem við fengum í pólitíkinu og borgarstjórn og íbúðaráðinu og Sara beitti sig nú töluvert bara í því og við erum alveg sammála því að það má ekki ofgera byggðinni sem þarna nálagt, en það liggur engin ákvörðun hvorki fyrir fjölda íbúða eða eitthvað slíkt. Það skýrist í deiliskipulaginu þegar það verður gert og það hefur verið talað það að byggðin yrði lagst nálagt núverandi byggð og það er ekki verið að tala það og ég held að enginn hafi þann skilning að það sé einhver meginlína þarna 7 hæða byggð. Það verður bara stúdera það og gera það faglega og vel en af nærgætni gagnvart umhverfinu og ég skil alveg áhyggjurnar en ég held að þegar upp verið staðið að þá muni koma fram góð tillaga sem við getum síðan sest yfir og rætt frá öllum hliðum og komist að ásættilegri niðurstöðu fyrir þetta svæði og fólki sem flytjað þangað en líka nálæg svæði. Já, gjörðu svo vel. Kvöldið, fundarstjóri, borgarstjóri. Vali heiti ég, stoltur Breiðholtsvillingur. 2 spurningar með tilliti til Arnarnesvegarins. Borgarstjóri segir að umhverfismat verður ekki endurskoðað þó það sé þetta gamalt. Nema ný gögn komið til sögunar. Þá er fyrsta spurningin, hefur það eitthvað verið rannsakað eða skoðað hvernig þetta útivistarsvæði, þetta fallega útivistarsvæði er nýtt núna? Það er að segja bara svona frá persónulegri reynslu í miðjum COVID-faraldrinum þegar allt var lokað að þá voru þarna margir höfuðborgarbúar sem nýttu sér þetta svæði á hverjum einasta degi, bæði til að efla geð og líkamsheilsu. Þannig ég vil hvetja borgarstjóra að taka það til skoðunar og þannig að það er spurning nummer 1. Spurning þá nummer 2 að hún snýr þá að kannski nú er spurning nummer 2 gjörsamlega dottin úr hausnum á mér. Þú mátt kannski byrja því að svara spurningu 1. Þetta kallar maður að bjarga sér Maður verður að reyna, það er ekki oft sem að vera í sama sal og borgarstjóri. En rannsóknar á þessu þekki ekki, en ég eins og að þekki tölvöld af fólki sem nýtir sér þetta svæði eins og önnur til útivistar og þó þessi í Kópavogi. Og þetta eru áhyggjur sem við höfum auðvitað deilt, því að við náttúrulega höfum þessa bæði núverandi skíðabrekku og hugmyndir vetrargarðinn sem að við sjáum fyrir okkur að byggja upp sem nokkurs konar skíðaparadís í borg, auðvitað lágstemda en skemmtilega og góða til þess og frábæra til þess að læra skíði og leika sér.
Þannig að okkur fannst mikilvægt að standa vörðum þá útivistarmöguleika. Við hins vegar, sko, þó að það sé alveg rétt sem hér hefur verið bent á, þetta eru svona kannski skýrari og beinni hagsmunir Kópavogs, til dæmis varðandi viðbragðstíma slökkviliðs og annað slíkt, að þá verðum við auðvitað líka geta sett okkur í þau spor. Þannig að við lítum ekki þannig á að verkefni okkar vera að koma alfarið í veg fyrir þessa framkvæmd, heldur að reyna að stuðla því að hún veri útfærð þannig að hún gengi sem allra minnst á lífsgæði þeirra sem búa þarna næst og útivistarmöguleika þeirra. En auðvitað tilvera vegarins, bara eins og vega yfirleitt, skerðir að einhverju leyti útivistarmöguleika. Það er alveg ljóst. Ok, takk fyrir þetta. Spurning nr. 2, hún er komin. Já. Þá er það varðandi þennan frest sem við íbúar fáum til þess að senda inn vegna þessar fyrirhuguðu aðgerða, þar sem við framkvæmd vegarins. Fresturinn var framlengdur til 11. mars. Hins vegar á íbúafundi sem haldinn var rafrænn íbúafundur í síðustu viku í gegnum Facebook. Sátt að vera klukkutímafundur, var stóð yfir í 40 mínútur og endaði mjög snögglega. Að þá voru lokaorð Pavels sem situr fyrir að mér skilst borgarstjórn í þessum hópi, að það mætti senda inn athugasemdir, en síðar myndu framkvæmdir hefjast í haust. Eitt fundargestana hérna í kvöld talaði Trumpista í borgarstjórninni. Ég vil kannski ekki ganga svo langt, en ég vil þá bara spyrja einfaldra spurningu hvað þetta væntum að fá gott og hreinskipt svar. Verður hlustað á athugasemdir íbúa sem senda inn athugasemdir vegna þessar vegar? Já, það verður farið yfir þær allar, en eins og ég sagði hérna fyrr á fundinum, þá er mín upplifun svo að við höfum allavega hingað til þessari umræðu fengið viðbrögð sem eru á báða kanta, eða svona allt litrófið, alveg frá því að fólk mælist bara gegn því að af Arnarnesvegi verði yfir höfuð, þeirra sem að segja að gott og vel ef hann verður að verða, þá verður hann vera ennþá fyrirferða minni. En síðan er líka hinir, og það hefur því vantanlega séð eins og inn á bara hverfasíðu íbúasamtakanna Betra Breiðholt að þar bara fjölmargir sem hafa kallað eftir því að hann verði umfangsmeiri og gatnamótin stærri og afkastagetan þar með. Þannig að það eru mismunandi sjónarmið í báðar áttir í málinu, og þá erum við í þeirri vandasömu stöðu sem að erum í borgarpólitíkinni og í þessu tilviki líka skipulagsráði eins og varst að nefna, að þurfa að vega og meta öll sjónarmið. Þannig að það verður svolítið ódýrt að mér að segja já, það verður komið til móts við íbúa þegar ég veit að íbúar ekki alveg sammála. Það eru mismunandi skoðanir. Sumir vilja Arnarnesveg bara alls ekki, aðrir vilja hann ennþá stærri en í núverandi útfærslu. En það verður farið sannarlega yfir allar ábendingar og rökverða á endanum að ráða. Góða kvöldi. Sigrún heiti ég. Ég með tvær spurningar. Önnur er svo, ef að þú telur að það verði ekki byggðir 7 hæða blokkir hérna í Mjóddinni vegna þess að þær munu skyggja á þá byggð sem komin er, okkur er það að vera að gefa leyfi fyrir 7 hæðum, okkur ekki það bara sagða 4 hæðir, og hins spurningin er svo, er búið að tekka á þeim umferðarþunga sem mun aukast í þessu hverfi, eða ætlastu til þess að allir taki strætó bara eða hjóli úr þessu nýju blokkum þínum? Ástæðan fyrir því að þetta er orðað svona 4 til 7 hæðir og ástæðan fyrir því að það var ekki sagt bara 4 er að ég held að það sjá enginn fyrir sér að það sé endilega besta skipulagið að það verði, þú veist, 1 hæð gildi fyrir allt sem þarna er, og ef það kemur til dæmis á daginn að í því sem við getum kallað norðvesturhorni reitsins eða suðvesturhorni reitsins sé að vera með eitthvað uppbrot með því að hús tegi sig í 5, 6 eða 7 hæðir og án þess að það til dæmis varpi skugga á nærliggjandi byggð, að þá geti það komið til greina.
Þess vegna var þetta skilið svona eftir, ekki til þess að ekki vegna þess að væri einhver með þá hugmynd að þetta væri samfelld sjöhæða byggð, heldur að það gæti verið ástæða bara svona faglega og fagfræðilega til þess að leyfa eitthvað uppbrot. Mín sýn svo að við verðum að tryggja á öllum nýjum uppbyggingarreitum að það verði fjölbreyttir samgöngumátar. Það er ekki þar með sagt að við gerum ráð fyrir að búumst við að allir sem búa á einhverju nýjum reit noti hjól eða taki strætó, þó að séu frábærar aðstæður til þess þarna. Og þess vegna gerum við svokallega samgöngumat á öllum nýjum deiliskipulagsreitum. Þetta er nýtt verklag sem hefur verið þróað undanfarin ár og það verður sannarlega notað þarna líka. En því er ekki að leyna að þetta meðal annars getur verið álitlegt svæði til uppbyggingar út af góðum tengingum bæði við núverandi almenningssamgöngukerfi en líka borgarlínu og framtíðarsamgöngukerfið. Já, gjör svo vel. Loftur heiti ég, bý hér á Eyjabakkanum. Ég ætla nú að koma inn á að hluta til sömu spurningu hún var með. Það tala 800 íbúð hérna niður frá. En hvað er að koma marga hérna frá? Hérna við skólan. Við Arnarbakkann? Já. Þær eru töluvert færri. Ef ég man þetta rétt þá er þetta kannski kringum 120 alls, 30 svona sem við kallum grænt íbúðarhúsnæði, það bil 50-60 sem verður stundaíbúðir og tæplega það af öðru. En þetta kom alveg skýrt fram í glærunum og þær fara á netið og þetta kemur líka alveg skýrt fram í deiliskipulaginu. Með þetta niður frá það talaði 400 íbúðir í upphafi, svo breytti 600 og nú komið 800. Ég segi alveg svo, hún segir hvernig alltaf flæðið út af hverfinu þegar komið hérna frá og niður frá að verða. Það er samgöngumati sem mun leggja mat á út að hugsa umferðina af þessu og niðurstaðan varðandi Norðurmjóddina mun sem að skýrast í deiliskipulaginu. Það er ekki hægt að taka bara einhverjar tölur beint úr aðalskipulagi og segja að þetta verður svona margar hæðir, svona margar íbúðir. Það veldur á þessu nánara mati. Sko þegar ég upphæði þá talaði 400 íbúðir og akkur fjölgaði það 200, já helming. Frá sem var talaði upphæði. Já, nú er ekki alveg ljóst í hvað ást að vísa varðandi 400 því að þetta hefur verið nokkuð í umræðinu og nokkuð í rýni en niðurstaðan í aðalskipulaginu er sú sem birtist þar. En það er ekki full útfærð tillaga, heldur verður það útfært í deiliskipulagi væntanlega eftir að haldin verði skipulagssamkeppni reitin. Það var hérna spurning, já þessi. Gunnhildur heiti ég, mér langar líka að spyrja Mjóddina. Fyrsta lagi varðandi samráð við íbúa þennan reit hefur ekki verið neitt. Á það ekki að vera og hvers vegna var það ekki og af hverju er ekki tekið markað okkar meiri leiti heldur en að lækka niður eina hæð. Öðru lagi þá eru 1500 íbúðir hérna í Neðra Breiðholti. Ef 800 íbúðir væri í Mjódd, það er 53% aukning á íbúðum í Neðra Breiðholti. Finnst það eðlilegt í grónu hverfi? Það getur verið það, já. Það getur verið skynsamlegt að í raun treysta bakland þjónustu ef við viljum hafa nærþjónustu nálægt okkur en ekki þurfa að fara langan veg. Þá getum við þurft að horfast í augu við það að gömlu hverfin okkar eins góðu þau eru að þar býr núna færra fólk í íbúðunum. Við bara erum með fleiri fermetra og börnin flytja heiman og svo framvegis og þá gerist það eins og við sáum til dæmis í Arnarbakkanum, sáum í Völvufellinu og höfum séð á fleiri stöðum í Breiðholti að það er svona hallar undan fæti hjá nærþjónustunni og það getur verið skynsamlegt að bregðast við því með því að fjölga íbúðum og styrkja þannig þetta bakland. Það er bara hlut af því að
fá sjálfbærari hverfi á allan hátt og þá að tala varðandi þjónustu og mannlíf og margt fleira. Svo alltaf matskennt hver á einn staðsetning þolir, bæði gagnvart nálægri byggð, hvað þjónustan hver svona tækifærin eru til þess að þróa hverfi betur og það það mat sem að framfór meðal annars í aðalskipulaginu, ekki bara hér heldur bara mjög víða og samráðið fer þannig fram að það eru kynntar vinnutillögur og við fengum býsna mikil viðbrögð víðum borg á alls konar þætti í vinnutillögunum og brugðumst við þeim í Norðurmjódd og fengum enn meiri viðbrögð þegar formlega auglýstatillagan fór í loftið og brugðumst enn frekar við því. Þannig að ég held að borgarstjórn hafi sannarlega brugðist við í því samráði sem var þessar svona stóru meginlínur en auðvitað samtalið og samráðið útfærsluna eftir og það kannski það sem í margra huga skiptir mestu máli þegar að útfærsla einstakra reita annars vegar. Og það samtalið eftir. Eftir og ég ætla að hleypa fleirum að, beða ykkur að vera bara frekar stutt og koma spurningunum ykkar að. Við leyfa fleirum að komast að, það eru fleiri hendur. Já, við viljum að reyna að hleypa sem flestum að bara. Já, ég meina, akkur ekki þeim að sem hafa einhverja spurningar. Ég er búin að biðja Þú fékkst að spurningu áðan. Ég gæti spurt 34 spurningar þá. Ég líka meina spurningu hérna. Ég held ekki að loka á mig svona. Ég er ekki að loka á þig, við erum bara að hleypa fleirum að. Já, hleyptu ekki þá. Já. Menn það tala mikið það sama, ég skilur. Þetta 2 mánuði sem við búin að tala Kvöldið. Gjör svo vel. Víst að allt þetta svona frábært inn í Norðurmjódd, þá nefnir þú það, eða birtir ekki einustu hugmynda þessu í þessari fallegu kynninguðinni. Þið gerðu fallega bækling hverfaskipulagi hérna, en Norðurmjóddin virðist greinilega ekki vera hluti af því. Ef þetta svona frábært ákveður geti ekki komið hreint og beint fram og hætti sem féluleik, hvað í ósköpunum ætlaði að gera þetta? Það eru fjölmargir reitir sem eru skilgreindir sem uppbyggingarreitir í aðalskipulaginu án þess að þar liggi fyrir útfærða tillögur hvað það að byggja. Þeir eru bara fjölmargir og aðalskipulagið var bara samþykkt núna áramótin og það fullkomlega eðlilegt að lóðahafar eða aðrir hafi ekki mótað sínar hugmyndir. Þeir eru kannski með einhverjar hugmyndir jafnvel sem við erum ekki búin að samþykja eða fallast á sem borgaryfirvöld. Það sem ég held að veri lang farsalast að gera á þessum reit eins og öðrum stórum uppbyggingarreitum að það veri efnt til skipulagssamkeppni. Bara samkeppni bestu útfærslur á reitnum þannig að það kom ekki bara einhver einn möguleiki samþykja að hafna heldur fleiri og það sé þá hægt að eiga eitthvað gott samtal á grundvelli fleiri en eins möguleika. Auðvitað getur fólk verið ósammála en það eru líka bara arkitektastofur hafa mismunandi hæfni, mismunandi styrkleika og samkeppnisformið kallar oft fram lausnir sem að einhver einn sem beðinn að útfæra það dettur ekki í hug svona í fyrsta kasti þannig að ég eindregið þeirra skoðanir að áður en við förum að fjalla hvernig þetta verður útfært þá verður efnt til samkeppni þennan reit að þinn er mikilvægur, hann er stór og það er mjög mörg að gæta í þessu umhverfi meðal annars nælan getur byggð og tengingunum, ég svara nú ekki alveg spurningunum varðandi göngutengingar, það eru auðvitað lykilatriði að svara því hvernig þetta hangir saman við núverandi hverfi og bæði í raun suðurmjóddina til suðurs og síðan bakkana til austurs. Ég er með eina spurningu tengt íþróttasvæði 111 dagur. Er Reykjavíkurborg tilbúin til þess að það er Bjartey Ásmundsdóttir. Er Reykjavíkurborg tilbúin til þess að leggja íþróttastarfi barna í Efra Breiðholti lið með því að styðja við og styrkja leikni hvað varðar aðstöðu til íþróttaiðkunar. Nú er IR komið með mjög góða aðstöðu til iðkunar innan hús og utan en af hverju fær Leiknir ekki íþróttahúsið í Austurbergi til afnota?
Það skýtur skökku við að sjá íþróttahús merkt IR beint við Leiknisvöll og Leiknisheimilið og foreldrar hér í Efra-Breiðholti skilja þetta ómögulega og upplifa áreitlæti hvað þetta varðar eins og borgin líti til og aðstöðu IR frekar en Leikni. Ef ætlast til þess að öll börn í Efra-Breiðholti sækja æfingar í Neðra Breiðholt má reikna með að það flosni mikið úr þeim hópi sem að æfa hér í Efra. Við foreldrarnir biðjum borgina betri aðstöðu fyrir börnin okkar að fá íþróttahús í Austurbergi fyrir Leikni myndi bæta aðstöðu og auka þáttöku stúlkna og drengja í hverfinu á fótbolta, blaki, körfubolta og hverjum þeim íþróttum sem Leiknir geti boðið upp á ef félagið fengi betri aðstöðu. Íþróttaiðkun barna hér í Efra-Breiðholti mætti vera mun betri. Það hafa margir skrifað, marga pistla, en hvenær kemur að því að fólk taki eitthvað á því vandamáli af alvöru og í reyndin ekki bara á blaði og framkvæmi í þá átt að bæta aðstöðuna hér. Undirrituð foreldri barna í hverfinu og virk í yngra flokkastarfi Leiknis. Takk fyrir þetta. Já, þetta eru spurningar sem eru beinlínis til umfjölluna núna. Leiknir annars vegar búin að senda erindi til Íþrótta- og bandalags Reykjavíkur sem fer með svona heildarsýn fyrir öll íþróttafélög í borginni og veltaði upp hvort að það skilgreina Leiknir sem hverfisfélag. Það hefur ekki verið þannig hingað til vegna þess að Leiknir hefur fyrst og fremst verið í knattspyrnu. En þessi beiðni sem þetta á borðinu og líka ósk fleiri tíma í Austurbergi. Hvoru tveggja til umfjölluna núna í Íþrótta- og tómstundaráði og inn í Íþróttabandalagi Reykjavíkur. Þannig að það bara ekki komið niðurstöðu það. Ég átti eins vegar ágætis fund með Leikni og raunar IR líka í gær þess að farið yfir þessi mál og það virðist vera heilmikill hugur í Leiknisfólki. Það er ekki mörg ár síðan að bardaíþróttirnar voru á Leikni en fóru til IR en núna svona, já, bæði kannski sér fólk sóknarfæri í því að æfingar IR sem voru í Austurbergi sé að flytjast niður í Mjóddina og það að koma inn nýtt fólk með nýjar hugmyndir sem vill gera þetta öðruvísi og þetta samt í skoðun en ég get ekki tilgreint neina niðurstöðu í því að hún liggur ekki fyrir. En það verður auðvitað bara þannig að það sé alveg á hreinu að gríða mörg verkefni sem við höfum verið með núna lúta að því sem segir í fyrstu setningun eins og ég man hana hjá Bjarti. Það að segja borgin að setja mjög mikinn kraft og svona útbreiðslustarf til þess að auka þáttöku barna og ungmenna ekki síst í Efra-Breiðholti í íþróttum og við viljum finna auðvitað bestu leiðir í því. Ljómandi. Ég alltaf að taka aðra spurningu og hún frá Sigurveigu Ágústsdóttur. Hvaða áætlanir hefur Reykjavíkurborg með að hreinsa og fegra Breiðholtið? Hér eru göngustígar víðast hvar mjög illa farnir, brotnar gangstéttir, brotnar girðingar, veggjakrot, illgresi og arfi, illa slegin tún á sumrin og beð ekki hirt. Opin leiksvæði fyrir börn illa farin eða ekki verið sinnt viðhaldi á þeim. Og svo mætti lengi telja upp. Það hafa komið árlega fram kannanir hvað fólk vilji sjá nýtt í hverfinu sem gott og blessað, en það má ekki gleyma því sem fyrir og sinna viðhaldi og fegra umhverfið. Já, þarna hefur nú ýmislegt verið gert undanfarin ár og margt fæst í betri vegar, samt að segja. Túlípanirnar og Bakkatúni eru bara ágætis dæmi það. Við erum líka hætt að skreita bara Austurvöll fyrir jólin, heldur erum að færa jólaskreitingar upp á Fellastíginn og út hverfin. Við erum að segja Hringtorgin skartinu sínu fegusta því að garðyrkjudeildin hefur satt að segja verið að standa sig alveg gríðarlega vel undanfarin sumur í öllum hverfum borgarinnar. Það sem ég vildi bæta við varðandi fjölbreyttan lista og þarna var upp talin að margt af þessu kallar á samstarf borgarinnar, íbúa, húsfélaga sem eiga kannski bílskúralengjur sem hafa orðið fyrir veggjakrotið í sumir en sumt að þið hefur staðið mjög lengi
og það kannski ekki auðveld leiða í því, en ég held að til þess að ná einhverjum svona heildstæðum árangri í þessu að þá þarf borgin að gera sitt og íbúar og húsfélög að standa saman þetta. Umhirðan sífellt viðfangsefni. Það í hverfum sem eru komin á þennan aldur bara ýmsa hyggja í viðhaldi, bæði í skólum og leikskólum en líka á leikvöllum. Við höfum smátt verið að endurnýja þá. Skólalóðirnar og leikskólalóðirnar hafa verið í ákveðnum forgangi og eins og kom fram í kynningunni og foreldrafélögunum brá svolítið því ég fór yfir það með þeim áðan. Það eru 57 leikvellir í Breiðholti og þetta er auðvitað frábært en líka býsna mikið og þannig að við þurfum bara að eiga samtal forgangsröð þegar kemur á þessu að við förum ekki í þetta allt í einu og sumt reyndar í prýðisgóðu standi en ég verð að sko hrósa líka fólki því að bara hverfið sem að ég ólst upp við að fara allt hefur auðvitað tekið mjög miklum stakkarskiptum. Garðarnir hafa breyst úr túnum í sko skrúðgarða og það ótrúlega vel hirt víða. Þannig en þá förum við kannski líka að sjá betur það sem upp á vantar og það stingur svona meira í augun af því að það er svo margt sem orðið fínt í kringum okkur og eigum að standa saman að bæta úr því líka. Sælla minninga túlipanabreiðan sem við áttum eitt vorið. Svo var þurrt í fyrra vor og það laukarnir náðu ekki að... Ekki alveg. Þannig að var svolítið, en bara þetta vakti bara mjög mikla athygli og bara gleði svolítið svona eins og jólaseríurnar við Seljatöð. Þannig að þetta nú orðið bara held ég nokkuð gott. Klukkan bara rétt. Eina aðtöðsum þá má ekki lengja fyrir bílítið frá menn komist að. Það nú ekki svo oft sem borgarstjórinn kemur að þetta. Ég búinn að vera ekki 51 ár. Þetta lélegustu svör borgarstjóra hingað til. Vil ég bara stoppa. Mér langar bara að stoppa. Ég get alveg talað hafa mikrofón. Ég læt ekki fara svona með mig. Ég búinn að fylgjast með í hverfinu, koma góðum málum á framfæri og þó ég sé kannski ekki leiðið með eitthvað svoleiðis, þá asnalegt að fara svona að ráði sínu. Ég geta komið 3 spurningar áðan. Ég var ekki svona skemmtiskap í fundarstjórn. Þá ætla ég bara að koma með þetta núna. Það kom ágætis göngubrú þarna frá við bensinstöðina. Mjög gott. En hún kom líka eftir að ég var ásamt öðrum í íbúðarsambandinu búinn að biðja þetta í 35 ára. Þannig að þetta ekki bara á þína ábyrgð heldur ýmsa annarra sem hafa stjórnað. Og ég þakka fyrir þess að hún kom. Hún flott. En af því að umferðaröryggis sérfræðingur, verkfræðingur, vann hjá borginni við það í 30 ár, þá tek ég eftir því að verkið ekki fullt klárað. Það þarf að loka fyrir að þetta ganga yfir á gömlu umferðarljósunum, þar sem fólk gekk áður. Sjáðu bara sporin í snjónum. Þetta handvögn. Ég mátti ekki koma þessu framfæri. Þið berið þá bara ábyrgð á því að þarna verða eitthvað slys ef þetta verður ekki lagað. Þetta 91% búið að klára brúna. Hún ekki 100% klárað. Við getum bara að fara í handbækur en þið trúum mér ekki. Og það fáránlegt að fara horfa eitthvað á klukku, það bara gosa á fjara prest. Af hverju ekki hafa þetta svolítið sveigjanlegt? Þetta ykkar ábyrgð ef þetta verður ekki í lagi í vor. Takk fyrir þetta Gunnar. Þetta var ábending það að við nýju göngubrúna á móts við bensinstöðina milli Seljakverfis og Fellana að þá mætti huga því að fólk væri ennþá að þvera götuna á ljósunum sem væri ekki endilega örugt og ég skal bara koma þessum ábendingum til okkar samgöngudeildar þannig að þetta sé fært til bókar og hér á enginn að þurfa að ganga ósáttur af fundi. Þessu komið á framfæri og núna inn í streymið. Takk. Ég bara hægt að benda Gunnar að við í íbúðaráðinu tökum einmitt á móti svona ábendingum. Þannig að við erum til þess að vinna fyrir því það líka. Þannig að þú bara kannski getur... Já, nei, ég get bara að gefa mig á talviði og eftir og við Er búið að leggja íbúðarsamtökin niður? Nei, við erum að tala íbúðaráð. Það brú milli... Nei, þau eru lifa... Það fulltrúð frá þeim í íbúðaráðinu með okkur. Það virðist vera alveg
stofnaður því að íbúasamtökin hef ég ekki orðið var við. Ég hef starfað í öllum En ég skal eiga samtal við og eftir Gunnar og upplýsa allt þetta. Þannig að bara endilega við tökum samtalið. En ég held að þessum fundi sé bara lokið og ég ætla að slíta honum hér og ég þakka bara fyrir góða spurningar, bæði sendar og úr sal og já, bara gaman að fá að sjá fólk aftur. Já, ég ítreka bara þakki fyrir frábæra móttökur í hverfinu og góðan fund. Takk fyrir mig.